Vakurt og I Klaksvík á sumri. Ta og sólin hon kysser hver strá. Og ei skugglótti hómast á himli. Komið sæl og verið velkomin með okkur hérna í Hvítamáva. Ég náði í gestinn fljúgandi inn á flugvelli á Akureyri þar sem hann hefur unnið. En hann kom lengra að, hann kom fljúgandi frá Færeyjum upphaflega. Anfinn Heinesen heitir sá maður og er búinn að vera á Íslandi í, meiri hluta ævi sinnar. Anfinn, velkomin. Takk fyrir. Hvað ertu búinn að vera lengi? Ég er búinn að vera rúm 30 ár. Já, er það ekki ljómandi? Jú. Já, þannig, ert þú kannski einn af þeim sem ætlaði að koma og vera eitt sumar og fara svo aftur? Það var þannig. Það var þannig? Byrjun, já. Já. En ég ætla að byrja á, nafninu, Heinesen. Náttúrulega menn vita að þekkja rithöfundarnafnið Heinesen. Já. Ságæta rithöfundar. Ertu eitthvað tengdur honum? Nei, því miður, ekki tengdur honum. Þú ert ekki tengdur honum? Nei. Þannig að þú skrifar ekki neitt? Ég skrifa ekki neitt, nei. Og les voðalega lítið. Nú, af hverju? Færeyingar er fína rithöfundar. Jú. Anfinn, vorið sem að byrjaði óskaplega vel í nokkra daga hjá okkur. Já. Svo kom mjög kaldur kafli. Ekki eru þið vön svona í Færeyjum? Jú. Með svona snjó þá líka? Já. Það gæti verið það. Já. Og ég man eftir einni sögu. Tjaldurinn kemur hann 14. apríl. Já. Og hann hefur fullt hreiður í lok apríl. Aha. Og þá hefði snjóað það mikið að það var handaleng niður á hreiður hjá honum. Nei. Fór það ekki illa? Nei, það fór ekki illa. Nú. Hann hélt í opnu. Hann hélt í opnu? Já. Fuglar eru náttúrulega gríðarlega stór þáttur af ykkur Færeyingum. Já. Og tjaldurinn kemur 14. apríl. Það segja þeir, já. Já. Hefurðu athugað hvenær þú sér þann fyrst hér á Akureyri? Já, kringum 10. apríl. 10. apríl? Já. Já. Hann er á þessu róli alltaf. Já. Anfinn, hvað af hverju ertu á Íslandi? Já, ég kom náttúrulega fyrst í svona sjóbáðavinnu til Ástjarnar. Já, eins og margir Færeyingar gera. Já. Fara austur á Ástjörn í Keldukverfi og hjálpa til þar. Já. Á hvað ertu gamall þá? Ég hef verið svona 16-17 ára. Já. Og ég meina, af hverju tekur 16 og 17 ára strákur sér til og segir ég skal koma til Íslands og hjálpa til? Já, það voru stór hópur sem kom þetta árið. Já. Voru minni 20 manns. Já. Það vantaði aðstoð til þess að reisa hús. Á Ástjörn? Á Ástjörn, klára þetta hús. Já. Ég ákveði að fara þarna, ætlaði að vera hann í 14 daga. Já. Taka Norræna heim, en ég var hann í 2 mánuði. Nú varst þið 2 mánuði? Já. Gekk svona illa að reisa húsið? Nei, það var nú ekki það. Nú, hvað var það góði? Það var veðri. Var það veðri? Sem heillaði mig mikið. Og staðurinn. Já, það náttúrulega það er alveg saman ef það er sól, þá er gott veður á Ástjörn. Já. Já. Það er bara paradís. Já. Þannig að vannstu þá sjálfboðastarf á Ástjörn bara megninu sumrinu? Já, var hann í 2 mánuði. Já. Og hvað svo? Hver var ætlunin? Varstu ekki í skóla eða ætlaði ekki að fara að gera eitthvað annað? Eða hvernig var þetta þegar sumrinu lauk? Já, ég var að sjóa þessum tíma og var einn túr í fríi, og fór svo aftur að sjó þegar ég kom heim. Varstu á sjó og hvað varstu gamall, segirðu? 15-16 ára, eitthvað þess? Ég fór svona, já. Og hvenær byrjar á sjó? Ég fór fyrsta reynslan ég var 13 ára. Er það algengt í Færeyjum? Já, það er svona, já. Sjórinn er það sterkur í fólki? Já. Já, 13 ára, og hvert fórstu þá? Við fórum til Íslands. Á Austurlandið. Já, að veiða hvað? Grálúður. Úff, það feitu, slepulegu. Já. Á línu. Já. Og hvernig gekk? Það gekk ekki vel. Nú? Sjóveikur? Sjóveikur, skipstjórinn áhyggjur. Það var bara að ég reyndi að drekka vatn og það endaði með því að hann fór með okkur inn á Seyðisfjörð. Já.
Við vorum 2. Sem að voru svona slæmir? Já. Já. Og? Já, vantar leigubíl upp á Egilsstaði með flugi heim. Og þannig að þeir voru í rauninni bara sendir heim? Já. Bara lasnir 2 strákar? Já. Úff, og hvað sagðirðu þá? Ég fer aldrei aftur á sjó. Já. En? En það glemdist fljótt. Er það? Já. Af hverju? Skipstjórinn bara hringdi aftur þegar skipið kom heim. Vildi fá okkur með til þess að selja aflann. Þú segir ekki? Já. Og hvað? Jú, við fórum með. Og þú fórst með? Já. Það var hitt glemt. Þá var hitt gleymt? Já. Og hvað? Varstu sjóveikur aftur? Nei, þetta tók bara rúman sólarhring, sko. Já, hvert sildu þið? Fóru til Belgíu. Að selja grálúðuna? Já. Og fenguð þið gott út úr þessu? Ég fekk ekkert út úr þessu. Nú? Ég var ekkert að það. Nú? Ég gerði ekkert, sko. Já, þú gerðir ekkert? Nei, ég fekk ekkert út úr þessu. Já, þannig að þú fegst engar greiðslur? Nei. En sko, Ástjörn dró þig? Já. En þú ert búin að vera síðan? Já, já. Og hvað á það að þýða? Ég náttúrulega veit að það er konan í spilinu. Já, já. Aha. Ég hitt hann á Ástjörn. Nú hittur hann á Ástjörn? Já. Og hver er konan þín? Konan mín er Anna Kristín Stefánsdóttir. Hvaðan er hún? Hún er hérna Akureyri. Já. Hún tengist þarna Ástjörn. Já. Er það þá í gegnum sko sjónarhæðasöfnuðin? Já, bæði sjónarhæðasöfnuna og náttúrulega föðurbróðir hennar Rak Ástjörn. Já, Bogi. Bogi. Snillingurinn sá. Já. Og var hún þá að vinna þar? Hún var að vinna þar. Og þetta bara þýddi það að það var ekkert það ræða að fara heim til Færeyja? Nei, þetta var svona, já. Ég heillaðist af þessu, henni og náttúrulega landinu. Já, þú gerði það? Já. Anfinn, börnin, hvað sagður, hvað áttu mörg börn? Já, 5 börn. 5 börn? Já, á hvað aldrei eru þau? Þau eru frá 30 niður í 26, einhvers staðar. Nú. Þetta var bara... Heyrðu, fullt starf? Fullt starf. Já. Hvar eru þau hér á Akureyri? Hvar eru þau? Þau eru á Akureyri og yngsti er í skóla í Reykjavík. Hvað lærir hann? Hann lærir tölvunafræði. Já, eins og algengt er. Já. En hvað gerir hinn? Hvað gerir stelpurnar og strákurinn eldri? Elsti er að vinna hjá Advanja. Í tölvum? Í tölvum. Já. Stelpurnar 2 eru í hjúkrunarnámi, eru að klára núna. Og hinn er orðin hárgreiðslukona. Já. Þið ekki ánægðir með þetta lið? Jú, mjög ánægður. Og þú átt barnabörn? Ég á barnabörn. Já, mörg? 13. Það er allstaðar sami krafturinn? Já. Þannig að þú ert orðið margfaldur afi? Já. Ég sé á myndum, bæði af þér sem ungum manni og svo myndirnar af börnunum þínum, það er rauði liturinn. Já. Það er dálítið færeyskur litur. Já. Varst þú rauðhærður? Ég var alveg rauðhærður. En það er bara núna fyrir fáum dögum þá? Já, bara fyrir fáum, já. Er það ekki? Ég fekk mér svona strípur, sko. Já, ég nefnilega að sé hérna mynd sem er mjög skemmtileg. Og þarna ertu hvar? Þetta er í Klagsvík, fyrir ofan Klagsvík. Þú ert þaðan? Já. Og það er sami litur á hárinu á þér og rauðu moldinni sem þú stendur á? Já. Já. Segðu mér af Klagsvík, hvar er Klagsvík? Klagsvík liggur á Borey. Já. Þær eru 18 eyjar og hún er svona norðarlega. Já. Og þar er svona kringum 5.000 manna bær. Já. Mikið svona fiski... Það er bara fiskibær? Fiskibær. Eins og ekkert er óeðlilegt? Já. Og hvernig var það þegar þú er strákur? Maður segir við sjálf að hlýtur að vera gaman að vera strákur á svona stað, eða krakki. Já. Hvernig var þetta? Hvernig lékuð ykkur krakkarnir? Við leikum okkur mikið svona í fjörinni og búa til flegga og báta og sigla. Já. Og við bjökum okkur til líka skip sem við bárum að herðunum og sigldum hérna upp í hagan, sko. Já. Og veiddum hann að steina í svona alls konar og sigldum með þetta svo heim aftur. Á öxlunum? Á öxlunum. Já. Þannig að það er ýmislegt verið brallað. Já, það var. Þið prófuðu að fara til Færeyja, þið hjónin. Já. Og hvernig gekk það? Það gekk ekki vel. Það gekk ekki vel? Nei. Nú, af hverju? Já, konan náttúrulega var alveg upp hérna á Akureyri. Voruð þið í Klagsvík? Já.
og hér náttúrulega mikil víðátta hér, en Klaksvík svolítið þröngt. Já, fannst þér það óþægilegt? Já. Já. En þér, hvernig líkaði þér að koma heim? Mér fannst það mjög gott, sko. Já, hvað gerðir á þessum tíma? Þegar ég kom heim, Já. Þá var ég í svona byggingarvinnu. Já. Er þá byggt töluvert þarna í Færeyjum? Já. Er uppbygging í gangi? Það núna, já. Já. Farið þið oft? Allt og sjaldan. Ég reyni að fara svona 2 ári. Já. En þú vinnur í tengslum við flug? Já. Áttu þá ekki góðan möguleika á því að komast í Færeyja? Jú, ég get farið nánast að hverjum degi. En af hverju ferði ekki ofta? Ég þarf að vinna líka. Þú þarft að vinna. Þú sagðist hafa komist í vinnu á Akureyri eftir þú varst í skógerðinni og það er tengslum við flugið. Já. Og hvar er það? Ég man eftir þið fyrst þar held ég. Á flugvöllinu. Byrjaði hjá Flugfélag Norðurlands. Já. 1. nóvember 86. Þú manst þetta? Já. Og vannst þar við hvað? Ég vann út á rampnum sem tankari eða svona, já. Sáum fjúli. Þú ert eins og aðrir. Ég vann hérna út á rampnum og sáum fjúlið. Það er ekki allir að skilja það. Jú. Já, allt í lagi. Já, og svo hvað? Já, svo bara þróaðist þetta. Og í dag ég orðinn þjónustustjóri hjá Flugvél Íslands. Já, þú ert þar núna. Já. Hvenær skiptist það? Já, þessi vinna, sko. Svo skiptist, ég var þjónustustjóri hjá Flugfélag Norðurlands áður en það var sameina. Já, Flugfélag Íslands og Flugfélag Norðurlands. Og Flugfélag Norðurlands. Og svo hélt ég áfram þar. Já. Var það bara sjálfgefið og færið þangað? Já. Hvað gerir þjónustustjóri? Þjónustustjóri, hann náttúrulega sér svona dagleg störf á flugvellinum. Já. Taka á móti vélunum og koma þeim að staða 3 tíma. Sjáum þetta gangi? Sjáum þetta gangi. Þú tókst á móti Danaprinsi núna? Já, hann kom henni í. Já. Og hvað? Og konan hans, Mary frá Ástralíu? Já. Hvert voru þau að fara? Þau voru að fara til Grænlands. Svona sína mynda þessu. Þú getur sínt með mynda þessu. Já. Voru að fara til Grænlands og hvað að gera? Já, þau fara alltaf einu sinni ári, hann upp eittir. Já. Það eru með hann eina stöð upp á Danneborg og þau fara þangað. Það er alveg nánast upp á toppi? Já, svona halva leið. Já, þetta er mjög langt að fara. Já. Og fluguði með þau þangað? Já. Já. Hvernig, maður á að spyrja, hvernig fólk er þetta? Þetta er bara mjög vinalegt fólk. Já. Það var engin svona Engin kóngastælar? Kóngastælar. Hann hefur ekkert verið með neina kórónu? Nei, hann var nú ekki bara. Nei. En sem sagt að þú lendir þá oft í því þá að taka á móti svona slíku fólki og þjónusta það og koma því á sinn stað? Já. Hefurðu hitt fleiri? Hefurðu hitt Margréti, mömmans? Ég hitt Margréti, já. Já. Noregskonungur, hann kemur hérna að veiða. Já. Búin að hitta hann. Já. Og þá náttúrulega spandirar dönskunni? Já. Ég gerir það. Þú ert þú ert búin að vera svo lengi í Íslandi. Ertu íslensku ríkisborgari eða þarftu þess ekki? Ég er ekki íslensku ríkisborgari. Nei. En þú hefur náttúrulega bara öll réttindi og... Ég hef öll réttindi hérna í Íslandi. Ég hef ekki verið... Það hefur ekki stoppað mig neitt. Nei, þannig að þú býr bara hérna á næstu eyju austan við okkur, Þannig að það hefur aldrei neitt, það er ekkert vesen með svoleiðis. Nei, það er ekkert há mér neitt. Nei. Þannig að þú gæti gengið í öll störf sem, Færeyingur búandi á Íslandi. Öll störf, nema lögreglustörf. Nú, af hverju? Já, ég sótti það. Og? Fór alla leið með öll sakavottur og allt það. Og lagði þetta borðið fyrir Elling. Já. Þá sá hann það að ég var ekki íslenskur ríkisborgari. Og gekk það ekki? Það gekk ekki. Annars verður lögga? Já. En ef við snúum okkur aftur að Færeyjum og heimahögunum, kallarðu það kannski að fara heim? Já. Þú gerir það? Ég segi það ennþá. En ef þú ert í Færeyjum, hvað segirðu þá? Á ég að fara heim. Þá ert að fara heim líka? Þannig að þú átt heima á þessum stöðum. Áttu stóra fjölskyldu í Færeyjum? Já, ég á stóra fjölskyldu. Hvað er hún stór? Við vorum 7 systkini. Já. Og foreldrar minn er á lífið. Já. Og þar fullt af börnum líka. Er þetta allt saman mjög stórar fjölskyldur?
Já, svona að nútíma mælikvarða. Já, hérna er mynd af bræðurum þínum, er það ekki? Jú. Þér og bræðurum þínum. Já. Og þeir eru náttúrulega eitthvað að fíblast. Já. Anfinn, eru þeir allir rauðhærðir? Allir rauðhærðir. Hvað ertu að segja? Þetta er náttúrulega alveg magnað. Og þetta er foreldrar mínir og 3 börnin mín. Þetta eru mamma og pabbi? Já. Og þau eru í Klaksvík? Þau eru í Klaksvík. Og er hann enn að smíða? Nei, hann er hættur í. Hafa þau komið til þín hingað? Já, þau hafa komið. Hvað finnst þeim að strákurinn búi á Íslandi? Hún hefur áhyggjur af mér, þá hún heyrir jarðskjálfta og eldgos. Já. Já. Það er ekki gott úr fjarska. Nei. En ég er búinn að sannfæra hann það að það er alltaf leið að vera ekki hér. Já. Þetta er meira þarna á öðrum stöðum. Suðausturlandinu. Já, eða upp á hálendinu. Upp á hálendinu. Já. Það Anfinn, þetta er nú náttúrulega óskaplega skemmtilegt að fá að spjalla. En tengslin við Danmörku, nú náttúrulega eru þau miklu meiri, eða eiga að vera miklu meiri heldur en í rauninni tengsl við Ísland. Hvernig eru þín tengsl? Fórst þú oft til Danmerkur? Nei, ég fór ekki oft. Nei. Í manni skilst það, það er alltaf beint flug til Danmerkur og það allt saman? Tvisvar á dag og svona. Já. Og fórstu ekkert mikið? Ég fór aldrei til Danmörku fyrr en ég kom til Íslands. Fórstu aldrei til Danmerkur? Af hverju? Ég hafði ekki að tanga að sækja það, held ég. Já. En fjölskyldan, systkini, fóru þau þangað? Jú, systkini voru þarna í skóla og vinna þar. Já. Og af hverju ekki þú? Það togaði meira hérna til Íslands. Til Íslands? Já. Frúin togaði meira? Já. Og bara Ísland togaði miklu meira? Já. Hvenær fórstu þá fyrst til Danmerkur? Það var það ég byrjaði að vinna á flugvellinum. Hér á Akureyri? Hér á Akureyri. Og hvað? Þá kom upp sjúkraflug til Grænlands. Já. Sækja mann sem átti að fara til Kaupmannahafnar á sjúkrahúsið þar. Já. Ég fór með til Grænlands bara til þess að fara með. Já, nú bara ganni? Bara í ganni. Já. Þegar þangað var komið, þá kom læknir og hjúkrunarkona. Og það voru ekki þessar græjur sem í dag. Nei. Og hjúkkan, hún sá kallinn alla leiðina hingað. Já. En hún var alveg uppgefin, það átti að fara héðan til Kaupmannahafnar. Já, þá var það eftir. Þá var það eftir. Já. Og spurði hvort ég gæti komið að hjálpa henni. Og ég gerði það. Já. Og þetta var mín fyrsta ferð til Kaupmannahafnar. Þú segir ekki. Þú ferði fyrstu ferð til Kaupmannahafnar, fullorðinn maður, Færeyingurinn sjálfur, í sjúkraflugi frá Akureyri. Frá Akureyri. Já. Og hvernig birtist Danmörk þér? Þetta var nú bara eitthvað. Það var nú bara eitthvað flatlendi þarna sem hann hefði. Já, og? Heillaði mér ekki, sko. Nei, stoppaður eitthvað? 20 mínútur. Stoppar í 20 mínútur? Já. Og það fyrsta ferðin til Danmörku? Já. En hefur ekkert farið síðan? Jú, ég hef farið síðan. Já, og er þetta ekki bara ágætt? Jú, það er fínt. Þú talar tungumálið og þetta er ekkert vandamál? Jú. En líkar þér betur að hafa svona fjöll í kringum því og þess áttar? Já. Ég get nú svo sem alveg ímyndað mér að það hérna sé nú þannig, sko. Já. En segðu mér... Já, börnin mín fór í skóla í Danmörku, börnin mín. Nú er það? Já. Þannig að maður fór að heimsókta þau. Já. En sko börnin þín fær í skóla á forsendum þess að sko Danir, að Færeyingar eru undir Dönum og þið fáið þá þjónustu og styrki út á það, eða hvað? Já, þau fengu það, já. Já. Og er það í sambandi við hjúkrunina eða það? Nei, það var strákurinn í tölvunanámi. Og til Danmörku? Já. Áhugamálið þín? Hefur engin áhugamál? Áhugamál mín er svona veiðimennska, svona. Það er bara Færeyingurinn í þér? Já. Hvað veiðir þú? Fuglaveiðar. Já. Já, ég fer hérna. Bara fiskveiðar. Ég er náttúrulega í Sjóstangaveiðifélag Akureyrar. Já. Og fer á mót þar. Já. Allt og sjaldan, semt. Já. En stangveiði í vötnum og ám? Nei, það heillaði mér ekki mikið. Það er meira, þú ert meira fyrir sjóinn? Já. Já.
Fuglaveiðar. Fuglaveiðar. Já. Fer út í Grímsey. Já. Háalunda. Og þú háar. Já. Og svo. Já. Það væri, hefur sagt hérna útlendingur sem að fljúga með þér hvernig þú ferð með lundann. Þegar þeir koma sko heimsálfa milli bara til að horfa á lundann. Jú, þeir hafa tekið myndir af mér það. Já, það? Útivera, skíði, eitthvað svona? Nei, ekki mikið fyrir skíði. Nei. Færingar ekki mikið fyrir skíði? Nei, það er nú ekki mikið skíðasnjór í Færeyjum. Nei. En samt, það, já. Anfinn, komstu með eitthvað til að sýna mér fyrir utan þessar myndir? Ertu með eitthvað meira sem... Já, ég kom með hérna, ég svona minni mig alltaf á hvaðan ég er. Já, þetta er færeyska húfan. Já. Við, sko, þetta er ekki eingöngu við þjóðbúning, menn ganga með þetta dagsdaglega. Já. Áttu þetta? Já, þetta er gömul húfa hjá afa mínum. Já. S, hvað þýðir S? Símon. Símon. Símon? Já, Símon. Já, hét hann það? Já. Og hann átti þetta? Hann átti þetta. Og er þetta þannig að þetta gangi í erfðir? Já, það gerir það. Já. Viltu setja hann upp? Pabbi mín notaði þetta bara dagstælega. Já, ef maður sér það myndir af Færeyingum, sett hann á þig. Og hvorum einn á sko, þetta að vera? Ég vil hafa þetta hægra megin. Nú er það frjálst? Nei. Hægra megin? Já. Já, þetta er skemmtilegt. Já. En þú gengur ekki með þetta í dag? Þú ert ekki með þetta í vinnunni? Nei, ég er ekki með þetta í vinnunni. En notar þetta einhvers tímann? Já, ég ger það. Áttu svona búning þá líka? Já, búningin, en hann er ekki frambærilegur. Nú? Hann er of gamall, ég erði hann, sko. Já, gengur þetta í erfðir? Já, þetta silfur sem eru á þessu. Já, og það er alls konar sögur. Það er verðmætin, sko. Það eru sögur í kringum einmitt hvernig búningarnir eru, hversu margir hnappar og þess aftur. Já, það er alls konar. Það er svona stöðutákn í samband við þetta. Já. Og þú sagði mér líka, vorum að spjalla að sko liturinn á húfunni breyttist ef að menn yrðu eklar. Já. Og eru þá blá. Það er bláur liturinn meira áberandi, sko. Já, þetta er fallegt. En loka spurning, Anfinn. Ef þú hefðir ekki komið til Íslands og hitt þessa ágætu konu þína, hvar værirðu þá í dag? Ég var sennilega bara á sjó. Í Færeyjum? Í Færeyjum. Já. Stemdi hugurinn þangað í raun? Já. Að verða sjómaður? Já. Það heillaði mig mikið. Hefðirðu farið í skóla og lært sko skipstjórn og þess áttar? Örugglega. Já, þú sem sagt Anfinn Hænesen skipstjóri. Já. Já. Þá værirðu þar? Já. En ertu nokkuð ósáttur við að vera í fluginu þá hér? Nei, ég er ekki ósáttur. Nei, það er gott. Það var gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir. Takk að kærlega fyrir það. Það vakurt og Klaksvík á sumrin. Tá sólin hún kyssir hver strand. Og ei skugglotti hómast á himlin. Og ei flersast á spegl langt og vatn. Tá hver smá blóma tårar av gleði. Og hver tutlingur syngur vi glæ. Og av hjartal og brusar tog degi. Tá han valdi sér Klaksvík til heim.